Ekkert verður af nýliðanámskeiði sérsveitar ríkislögreglustjóra sem ráðgert var í sumar þar sem fjármagn skortir. 50 lögreglumenn hafa lagt á sig miklar raunir í heilt ár og eru vonsviknir. 10 manna fjölskylda var meðal þeirra sem Ísraelsher drap í árás á tjaldbúðir á Gaza í dag. Enn berst engin neyðaraðstoð til íbúa. Bílastæðin við flugstöðinni í Keflavík eru fullbókuð. Ferðalangar deyja þó ekki ráðalausir heldur leggja í húsagötum í Reykjanesbæ og taka svo leigubíl á völlinn. Viðhorf Kanadamanna til Bandaríkjanna hefur gjörbreyst eftir að Trump tók við forsetaembættinu. Elísa Reid segir að ummæli hans Kanada hafi verið áfall fyrir landa sína. Þau hafi líka sameinað þjóðina. Og rúmlega 100 börn leituðu að litríkum páskaeggjum í Kópavogi í dag. Krakkarnir voru ánægð með eggin og ekki síst með innihaldið. Gott kvöld. 50 lögreglumenn sem hafa verið í erfiðri þjálfun í heilt ár fá ekki að fara á nýliðanámskeið sérsveitarinnar í sumar vegna fjárskorts. Yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir þetta ákaflega leiðilegt. Lögreglumenn sem hafa áhuga að ganga í sérsveit ríkislögreglustjóra þurfa að ganga í gegnum undirbúning sem stendur í heilt ár. Er að ræða erfiðar þrekæfingar og aðrar andlegar og líkamlegar þolraunir sem eru á fárra færi. Þetta með því erfiðara sem menn geta gert. 50 lögreglumenn hafa tekið þátt í undirbúningnum sem hófst í maí í fyrra. 25 þeirra voru metin hæf til að fara á nýliðanámskeið sérsveitarinnar. Til stóð að ráða svo helminginn af þeim inn í sérsveitina í haust. En svo kom babb í bátinn. Við urðum að blása af það námskeið sem við ætlum að hafa í ár, einfaldlega vegna þess að við höfum bara ekki haft fjárhagslegt bolmagn til þess að halda námskeiðin. Þau séu dýr, kostu 50 til 80 milljónir króna. Þau kalli á mikla vinnu innan embættisins, einkum innan sérsveitarinnar. Þetta feikilega dýrt og þetta náttúrulega mjög löng námskeið og svona margir verkþættir sem innan þess. Og þetta vopnaburður og allt sem að því fylgir, þannig að þetta mjög fljótt að tínast til. Hafið þið farið fram á aukafjárveitingu? Við höfum verið í mjög góðu samtali við okkar stjórnvöld í þessu og mætt miklu skilningi, þannig að en staðan hins vegar svo að meðan við erum ekki með þetta alveg í hendi þá viljum við ekki fara lengra og við viljum frekar að stoppa og fara svo á stað þegar við erum alveg vissum að geta gert það. En mesta vinnan og erfið eru auðvitað hjá umsækjendunum, þannig að okkur þykir þetta ákaflega leiðilegt að hafa þurft að fara þessa leið. Karl Steinar bindur vonir við að hægt verði að halda nýliðanámskeiðið á næsta ári. Hvað eru margir í sérsveitinni í dag? Í dag eru 47 en ættu að vera 56. Þeir einstaklingar sem hafa farið og eru ennþá inni í þessu, þeir búa nú alltaf að því. Þannig að vonandi tekst okkur að halda sem fyrst námskeið, vonandi strax á næsta ári, að þá búa þau að því. Þau auðvitað vita hverju er að ganga, þau vita hvar mörkin eru, vita hvar þau þurfa að taka, kannski bæta í. Og vonandi fáum við bara flottan hóp umsækjanda næst þegar við getum sett þetta á stað, en við viljum auðvitað gera það bara sem fyrst. 10 manna fjölskylda brann til dauða í árás Ísraelshers á Gaza í nótt. Dagurinn í dag var í Palestínu helgaður baráttu fyrir frelsum þeirra þúsunda sem haldið í fangelsum í Ísrael. Fólk kom saman á Vesturbakkanum og víðar í dag og hélt á myndum af ástvinum sem Ísraelar halda í fangelsum. Þennan dag árið 1974 var fyrsti Palestínumaðurinn látinn laus úr ísraelsku fangelsi í fangaskiptum. أسرانا عم بيعانوا معاناة كبيرة سياسة الإهمال الطبي سياسة التجويع اللي عم بتمر في أسرانا والأكبر دليل إن أسرانا عمالهم بموتوا موت بطيء بسبب هذه السياسات القمعية الحقيرة اللي بدنا نسميها الظالمة. Að halda Palestínumönnum í fangelsum hefur árum saman verið hluti af hernaði Ísraela gegn þeim. 5.000 Palestínumönnum var haldið í fangelsum í Ísrael og herteknum svæðum í október 2023. Nú eru þeir 10.000, helmingi fleiri, samkvæmt mannréttindasamtökunum Addameer.
3.498 þeirra haldið án dóms og 400 þeirra eru börn, allt niður í 12 ára gömul. Ahmad Manasra, sem var látin laus í þessum mánuði, var eitt þessara barna. Hann hafði setið inn í 10 ár síðan hann var 13 ára, sakaður hlutdeild að árás. Ekkert lát á árásum Ísraelshers sem í nótt varpaði sprengjum og tjöld fólks á flótta í Khan Yunis á Gaza. Yfirvöld á Gaza segja herinn hafa drepið 16 manns, þar á meðal 10 manna fjölskyldu. Útfarir fólksins voru í dag. اللي صار كانوا نايمين وكل ليلتهم جاهم صاروخ حرق الخيمه حرقهم كل ليلتهم محروقين كلهم منفحمين لا حول الله يا رب المعاق بده يحمل لهم صاروخ ويهدد فيهم ولا بطفل سنه كلهم اطفال كلهم نساء شوفوهم مين اللي ماتوا كلهم اطفال ونساء. Viðræður í París í dag vopnahlé í Úkraínu gengu vel að því forsetaskrifstofa Frakklands greindi frá í tilkynningu nú undir kvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, leiddi fundinn sem utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og nokkurra Evrópuríkja tóku þátt í. Úkraínskir ráðherrar voru einnig í París og ræddu við sendinefnd Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Vopnahlésviðræðum verður haldið áfram í Lundúnum í næstu viku og þar hittast fulltrúar Úkraínu, Þýskalands, Бандарикяна, Фракlands og Bretlands. Як я вам сказав, ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню. І до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте моє ставлення і які у нас червоні лінії. Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. Ferðalangar geyma í auknum mæli bíla sína í húsagötum í Reykjanesbæ og taka leigubíl þaðan í flugstöðina, en engin gjaldskylda í bænum. Bílastæðin við flugstöðina eru uppbókuð í dag og á morgun. Eins og endranær yfir stórhátíðir eins og páska, þegar margir frídagar leggja saman, þá hverfur stór hluti þjóðarinnar úr landi. Eins og þessa myndi sína sem tekna voru á bílastæði Keflavíkurflugvallar í dag, lagt í nánast hvert einasta stæði. Ekki líklegt að mörg stæði losni á næstunni og eru því góð ráð dýr. Svo eru þeir sem ákveða að leggja ekki við flugstöðina annarkvort að því að það allt fullt, eins og á miklum ferðahelgum eins og núna páskana, eða til að spara sér peningin og leggja kannski bara hér í ykkur húsagötu, hringja svo bara leigubíl og fara á honum upp í flugstöð. Þetta mynstur fer þar af leiðandi ekki fram hjá leigubílstjórum í Reykjanesbæ. Já, ég myndi segja að sérstaklega í kringu svona stórhátíð, þá erum við pantaðir á vísvegar hérna í Keflavík. Og augljóslega þá á staði sem fólk ekki býr? Já, svo sannarlega. Þetta eru yfirleitt fólk sem við höfum ekki séð hérna í sveitarfélaginu og með töskur og að fara upp í flugstöð. Stundum getur það meira segja verið þannig að þegar hringt á leigubílastöðun og bíl pantaður að viðskiptavinurinn viti ekki hvert hann vill fá leigubílinn. Já, það einmitt frétti í morgun að það var einstaklingur sem ætlaði að fá bíli í fyrramáli en hann var ekki búinn að vita hvað hann ætlaði að leggja. En ætlaði að leggja ykkur stær í bænum? Já. En það ekki aðeins ferðamennirnir sem nota hugmyndaflugið í að finna bílastæði. Hótelstjóri Reykjanesbæ sem fréttastofa ræddi við sagði að fjöldi bíla hefur á bílastæði hótelsins og við nánari athugun hefði komið í ljós að þeir voru á vegum bílageymslu fyrirtækis. Það er að segja fyrirtæki sem tekur að sér að leggja og geyma bíla fyrir ferðafólk gegn gjaldi. Það var orðið uppiskroppa með pláss og ætla að leysa vandamálið með því að geyma bílana á bílastæði hótelsins. Hótelstjórinn hafði samband við fyrirtækið og bílarnir voru síðan fjarlægðir. Aðspurður hvort þetta snerist pláss eða peninga taldi Ingvi Sveinn að fólk væri einfaldlega að leita að lausn þegar engin stæði að hafa við flugstöðina meðan ríkið mest. Þar sem gjaldskylda almennt ekki í Reykjanesbæ fátt sem kemur í veg fyrir að ferðamenn nýti sér þessa lausn. Ég gæti komið og lagt bílnum í Hafnargötunni heila viku og engi segja neitt. Já, svo lengi sem að verslunareigendur þar kannski myndi kvarta og láta fjalla hann. Versnandi sambúð við Bandaríkin í brennidepli í aðdraganda þingkosningana í Kanada. Elísa Reid, rithöfundur og fyrrverandi forsetafrú, segir að stefnubreyting Bandaríkjastjórnar hafi elt samstöðu Kanadamanna. Margt hefur breyst frá því að Donald Trump varð forseti Bandaríkjanna, þar á meðal samskiptin við Kanada. Ríkin eru í tollastríði og Trump hefur ítrekað viðrað hugmyndur að innlima Kanada í Bandaríkin. If they became our 51st state, it'd be the greatest thing they could ever do. It'd be unbelievable.
Landamæri ríkjana eru þau lengstu í heimi og þau hafa verið nánir bandamenn, en nú eru blikur á lofti. Elísa Reid, rithöfundur og fyrrverandi forsetafrú, ólst upp í Kanada og fylgist grannt með þróun mála. Þetta búin að vera, ég mun segja að fyrst var þetta svolítið mikið sjokk af því að við bandaríska forsetinn vill tala í svona ekki stóra flókin orð en bara segja mikið sem hann meinar kannski ekki endilega en endilega þessa orðafari bara eins og ofbeldismaður og ég held að fólk í Kanada var fyrst svolítið í sjokki út af því að þetta kannski eina af stærsta vinaþjóðin okkar, nágranna okkar í Kanada. Kanadamenn hafa mótmælt stefnu Trumps og viðhorf þeirra til Bandaríkjanna hefur gjörbreyst. Sala flugferða frá Kanada til Bandaríkjanna hefur hrunið og nærri 70% færri hafa bókað flug þangað í sumar með við sama tíma í fyrra. Og margir eru hættir að kaupa vörur frá Bandaríkjunum. Það alls konar nýja upp sem komin upp, maður getur kíkja hvaðan hvert vörur kemur, svo fólk getur kaupa, þú veist bara tómatsós eða hvað þetta sem framleitt í Kanada eða annars staðar en ekki frá Bandaríkjunum og það bara að sýna alls staðar og ég var nýlega í Kanada síðustu viku og þá eru allir með kanadíska fánana, ferðataskan sín og kanadíska fánan svona merki á jakkanum sínum og alls staðar. Þetta búin að sameinast þjóðin ofboðslega mikið sem kannski eitthvað gott. Þingkosningar verða í Kanada í lok mánaðar. Frjálslyndi flokkurinn, flokkur forsætisráðherrans, var í lægð samkvæmt könnunum og íhaldsflokkurinn með alltaf 20% af forskott. The old relationship we had with the United States based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation is over. Mark Carney sem tók nýlega við forsætisráðherraembættinu af Justin Trudeau þykir hafa staðið sig vel í storminum og frjálslyndi flokkurinn mælist nú efstur í könnunum. Og aðalega út af því að kjósendur eru aðalega að skoða hvernig verður næsta forsætisráðherrann til að takast á við forseti Bandaríkjanna og það sem að gerast þar. Og áður var stærsta spurningu þú veist, íbúðarlánin, hvað það kostar að lifa, kostar að kaupa hlutir og núna þetta aðalega snúist hver fólk finnst best að takla við áskoran sem kemur úr Bandaríkjunum. Forsvarsmenn garðyrkjufyrirtækja kvarta sáran yfir hárri gjaldskrá Sorpu. Skrúðgarðyrkjumeistari segir skorta heildarlausnir í losun jarðefna og garðaúrgangs. Gjaldskráin hjá Sorpu svo sem eitt, þeir setja bara sína gjaldskrá, hún svona ógeðslega há. Stóra vandamál fyrir okkur í raun og veru að eftir að þessi löggjöf komum það megi ekki losa jarðvegsefni frítt, til dæmis á jarðvegstippum og slíku og garðaúrgang og annað, það engin önnur heildarlausn fyrir bransa eins og okkur til þess að losa þetta efni. Þorgrímur segir garðaþjónustu fyrirtæki því sitja uppi með að borga gjald hjá Sorpu eða finna önnur ódýrari úrræði. Ég hef svona heyrt eitthvað aðeins út undan mér að menn séu kannski ekkert sjúklega hressi með þetta ástand og þetta náttúrulega stressandi og erfitt að fá kannski, eins og sé, þú ert kannski með einhver dílum að fá að losa efni hjá einhverjum einkaaðila og svo kannski bara breytist það með viku fyrirvara rétt fyrir high season. Þá lendur í því að bara ok, við þurfum það bara að fara í Sorpu, pumpa öll verð upp úr öllu valdi til þess að bara einfaldlega fara ekki á haus. Viðskiptavinur enda með því að borga margfalt meira heldur en það þyrfti að gera. Gjald fyrir garðaúrgang greitt eftir rúmmetrum. Gjaldskráin mismunandi hvort einstaklinga eða fyrirtæki að ræða. Einstaklingar fá frítt upp að 2 rúmmetrum. Eftir það þarf að greiða 2.500 krónur fyrir hvern fjórðungur rúmmetra. Fyrirtæki hins vegar, þau þurfa að greiða 2.500 krónur fyrir hvern fjórðungur rúmmetra upp að 2 rúmmetrum. Eftir það þarf að greiða 5.000 krónur fyrir hvern fjórðungur rúmmetra. Kostnaðurinn væri því 60.000 krónur á dag miðað við núverandi árferði, segir Þorgrímur. Á sumrin gæti kostnaðurinn hins vegar hæglega farið upp í 200.000 krónur á dag. Það bara, eins og það svolítið þungur biti, við getum ekki kynnt honum. Ef að Sorpa á að vera heildarlausnin, sem að lítur út að vera, þá verða menn held ég að endurskoða þessa gjaldskrá eitthvað, af því hún bara gríðarlega há og ég veit ekki við hvað hann miðast en ekki þann raunveruleika sem við búum við allavega.
Fjöldi fólks í Hollandi sem getið var með gjafasæði á mun fleiri hálfsystkini en áður var talið því að reglur sæðisgjafa voru brotnar hjá nokkrum stofnunum þar í landi. Sami sæðisgjafinn má aðeins geta 25 börn en í ljós hefur komið að 85 sæðisgjafar hið minnsta hafa getið mun fleiri. Stofnanir hafa skipst á gjafasæði án vitundar gjafans og án réttrar skráningar. Þar til í ársbyrjun var hægt að gefa sæði hjá fleiri en einni stofnun. Sumir sæðisgjafana hafa getið allt að 70 börn. Nou ja, de grens is 25 en het was 36 wat werd medegedeeld. En waar staat die 36 voor? En 36 donorkinderen. Dus eigenlijk hebben mijn kinderen 34 half broers of halfzussen. Wij zien dit als echt heel erg schadelijk. Alleen al de schade natuurlijk in het vertrouwen in het medische systeem en de schade in het vertrouwen van onze overheid, die het allemaal maar heeft laten gebeuren. Maar vervolgens natuurlijk ook het levenslange risico voor alle betrokken donorkinderen dat zij niet zorgeloos kunnen daten. Dat zij, als zij een relatie krijgen, altijd eerst een DNA-test zullen moeten doen om uit te sluiten, ben ik hier niet met een familielid aan de gang. Prinsessur og fylgisveinar þeirra buðu til páskaeggjaleitar í Kópavogi í dag. Krakkarnir leituðu logandi ljósi að litríkum eggjum sem falin voru í skóginum. Sólin lék við súkkulaðisvanga krakka sem mættu í árlega páskaeggjaleit á vegum skemmti fyrirtækisins Prinsessur í Guðmundarlundi. Egg og hæna. Og hvað ertu með í hinni hendinni? Vá, hann sætur. Hvað færðu mörg páskaegg í ár? Ég fæ 2 og 1 lítið, 2 stór og 1 lítið. Og hlakkaðu til að borða þau? Hvað ertu með? Og af hverju ertu með svona egg? Veistu ekki? Hver gaf þér eggið? Hjólalingi. Óli Þór Árnason veðurfræðingur, hann spáir fremur hægri, norðlægri eða breytilegri átt, víða léttskýjað eða bjartviðri og hiti á bilinu 1 til 5 stig að deginum fyrir norðan en yfirleitt 4 til 9 stig landið sunnanvert. En við förum nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum. Eygló Fandal Sturludóttir varð í dag Evrópumeistari í ólympískum lyftingum, fyrst Íslendinga í fullorðinsflokki. Eygló vann 3 verðlaun á mótinu. Óvænt úrslit litu dagsins ljós þegar 32 liða úrslit bikarkeppni karla í fótbolta hófust í dag. Og KA-menn eru skrefin nær Íslandsmeistaratitli karla í blaki. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert verður af nýliðanámskeiði sérsveita ríkislögreglustjóra sem ráðgert var í sumar þar sem fjármagn skortir. 50 lögreglumenn hafa lagt á sig miklar raunir í heilt ár og eru vonsviknir. 10 manna fjölskylda var meðal þeirra sem Ísraelsher drap í árás á tjaldbúðir á Gaza í dag. Enn berst engin neyðaraðstoð til íbúa. Bílastæðin við flugstöðinni í Keflavík eru fullbókuð. Ferðalangar deyja þó ekki ráðalausir heldur leggja í húsagötum í Reykjanesbæ og taka svo leigubíl á völlinn. Viðhorf Kanadamanna til Bandaríkjanna hefur gjörbreyst eftir að Trump tók við forsetaembættinu. Elisa Reid segir að ummæli hans Kanada hafi verið áfall fyrir landa sína en þau hafi líka sameinað þjóðina. Og rúmlega 100 börn leituðu að litríkum páskaeggjum í Kópavogi í dag. Krakkarnir voru ánægð með eggin og ekki síst með innihaldið. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við ykkur líka á RÚV appið. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og njótið páskana.
á RÚV í kvöld.